Við ætlum að setja okkur í samband við sveitafélagið Ölfus og þar hinn hressa og skemmtilega Barbara Guðnadóttir. Bless og sæl. Ég dúta því að maður reyna að standa undir þessu. Þú veit nú meiri kallinn. Já, ég ákvað að vera svona bara eins og kynnir á sviði. Bjóðið velkomin. Og nú stíg ég fram á sviðið og tekst vipluna. Já, nú verður það standur undir þessu. Já. Herðu, gaman að heyri þér. Já, takk sem leiðis. Og það ekki lygi, það svona, það ljúfger upp allt að heyri þér. Já. Á ég halda áfram? Það eins gott að þetta sé ekki sjónvarpsþáttur. Nó? Ég örugglega alveg eins og karfi hérna. Nó. Og eldrað í framann og hérna feiminn inn í mér. Já, það gott í lagi að láta eitthvað rána í gegnum útvarpið. Já, nær því alveg. Já, herðu bara voru mig, hvernig var síðasta helgi, safnahelgin? Bara æðisleg. Það ekki? Jú, ég búin að vera að heyra í fólki svona viðsvegar og það náttúrulega þeir sem að standa viðburð komast svo sem ekki mikið á aðra viðburði en einhverjir komist á milli og ég hef bara heyrt mjög jákvæða fréttir af því að það hafi verið bara náttúrulega kannski mismikil aðsókn en það sem að stendur upp úr að fólk var til í að gefa sér tíma til að bara spjalla og það var svo mikið gleði og jákvæðni hvert sem fólk kom bæði gestir sem voru að mæta og skoða og líka þeir sem voru að vinna og starfa þannig að það eru allir rosalega sáttir og ánægðir með þessa safnahelgi. Já, það sem ég heyrt frá fólki að það var auðvitað gríðarlega margt í boði og það var svona dreift vítt og breytt Suðurlandið. Já. Mannskapurinn þar að segja. Þetta það kannski, sko, þegar það er svona mikið í boði, þá eru alltaf einhverju viðburði sem að einhvern veginn ná kannski ekki þeirri aðsókn sem maður hefði viljað. Það er rosalega erfitt að ná í gegn með einhverja ákveðna viðburði, maður er að kynna allt í sammenningu. Og lætur svolítið eftir fólki að skoða dagskrá og velja og fara þá eftir því. En við þekkjum það bara við öll sem erum að reyna að vekja athygli á einhverjum viðburðum að það er rosalega erfitt að vekja athygli á því sem erum að vera því það er bara endalaust eitthvað að gera allstaðar og það er svo margir fólk er að fá alls konar hugsíf og auglýsingar að koma inn lúuna og gegnum alla miðla og þetta þannig að þetta er mjög erfitt en við erum líka svolítið að þessu fyrir okkur við erum að gera saman eitthvað að reyna að efla og hvetja hvert annað og aðsóknin var bara ágæt. Já. Þannig að við erum bara mjög sátt við þetta og til í að taka aftur upp þráðinn eftir ár. Er það ekki? Jú. Að sjálfsögðu. Þetta er eitthvað sem fer bara stigvaxandi með hverju ári. Já, ég held það. Það verður bara, þetta verður bara skemmtilegt og svona aðeins að færast í vitund Sunnlendinga, að sé þessi menningarhátíð og það er náttúrulega markmiðið. Það stundum tekur smá tíma að vekja svona hluti upp en eins og segir, núna er þetta alltaf smella. Já, ég held það. Hvernig, það var félagsmiðstöðudagur í gær? Já, það var opið í félagsmiðstöðinni og rennir í að fólki þar, foreldrar fengu að koma. Ég reyndar hef ekki heyrt hvernig það var svona í heilt yfirliti, ég var upptekinn og komst ekki. Reyndar var minn strákur, hann var ekkert voða spenntur fyrir því að ég myndi mæta á svæðið. Þannig að ég var að spá í hvort ég ætti að læðast þegar hann var því hann fór náttúrulega í félagsmiðstöðina, hvort ég ætti þá að laumast á undan. Æ, mamma, verður bara heima. Já, ég skil það ekki. Nú ætla ég að láta hann vita því að þú hefur hælt mér svona mikið. Lítur að vera bara rosalega skemmtileg. Það lítur að vera. En það er alveg margt að vera framundan á öllu Suðurlandi þó að sé ekki safnahelgi. En nú eru nefnilega árlega viðburðir sem að bókasöfn á Norðurlöndum standa fyrir. Það er Norræna bókasafnavikan og hún er einmitt í næstu viku. Já. Mér langaði bara svona aðeins að vekja athygli á henni. Þetta er risaviðburður af því að það eru, held ég bara langflest almenningsbókasöfn og mörg skólabókasöfn á öllum Norðurlöndunum að taka þátt í þessu og það er svona sameiginleg nefnd sem að ákveður þema fyrir hvert ár og það er listamaður fengið til að búa til fallegt veggspjald og kort, einhverja mynd sem að tengist þemanu og þetta fá öll bókasöfnin sent
og það líka svona svolítið eins og með safnahelgina, maður finnur það svo sterkt að maður hluti af einhverju stóru þegar maður tekur þátt í þessu. Já. Og að því ég nú með bókasafni hérna í Þorlákshöfn, þá erum við að skipuleggja viðburði. Þema ársins í ár er veturinn á Norðurlöndunum. Og það er verið að til umfjöllunar eru textar eftir ýmsa höfunda, meðal annars grænlenskan höfund, eitthvað sem hefur ekki verið þýtt á íslensku en var þýtt bara af þessu til efni. Já. En ég held að það séu langt flest bókasöfni með einhverja dagskrá og við erum að fá krakka inn á bókasöfnin og ég veit að það er verið að lesa fyrir krakkan í skólanum á mánudeginum. Og svona eftir því sem að tækifæri gefst til og þá er þetta sko lestur við kertaljós, það er svona aðalsmerki þessara hátíðar. Þannig við erum til dæmis hérna að fá bæði leikskólanemendur, krakka úr leikskólanum og nemendur á yngsta og miðstigi í grunnskólanum í upplestur á bókasafnið og það er bara öll næsta vika. Við erum að fá hérna fullt af krökkum næsta og að því að þetta er svo margir krakkar þá þurfum við að dreifa þessu og láta þetta aðeins ná fram yfir eiginlegu vikuna, þannig að þau verða að koma hérna næstu 2 vikurnar. Já, það er ekkert að því. Nei, en það er að hafa kósi og það sé ekki akkurat á skráðri dagskrárviku. Algjörlega. Og svo ætlum við að vera með hérna á 50-dagskvöldinu ætlum við að vera með upplestur og eitthvað fyrir svona eldra fólki og þá ætlum Vigdís Grímsdóttir að koma líka og lesa upp úr bókinni sinni Dísisögu. Frábært. Ég hlakka svo til að fá hana, hún er æðisleg, þessi kona. Það er skemmtilegt. Svona seiðmögnu eitthvað neinn. Svo sé ég hérna á heimasíðunni að á morgun þá er mjög merkilegu dagur, það er dagur gegn einelti. Já, ertu búin að redda þér bjöllu? Hún býtu? Ég leiðileg við þig. Það er nefnilega þannig og það vitum við hérna og krakkarnir í skólanum. Hlustaðu. Ég er með bjöllu. Nó, þú ert með bjöllu. Góður. Ég vissi hún var hérna. Þetta er frábært. Það hafa búið að redda því. Já. En hvernig heldur okkur, ég held að við þurfum að láta þetta hljóma í 8 mínútur, er það ekki? 10 mínútur? Jú, ég þarf þá að lemja bjöllun í 8 mínútur. Þú verður að fara að lyfta í kvöld, verður tilbúin. En þetta er stór dagur og þetta er eitthvað sem þarf sífellt að vera að rifja upp og tala um, það er einelti. Já, þetta þarf að vera alltaf á dagskrá. Og ég veit að það er það í flestu skólum, þeir hafa eineltisáætlun og að reyna að halda þessu. Það er náttúrulega voða erfitt að vera alltaf að hafa þetta í huga, en ég held að það sé bara nauðsynlegt. Þannig að það við bara vekjum athygli á þessum degi með bjöllurhringingu. Það er á morgun sem að munu bjöllur, klukkur og skipsflautur óma í 7 mínútur land allt frá klukkan 13 til 13:07. Já. Þetta er alveg, maður spyr sig á maður að mæta með húfu í vinnuna. Já. Nei, við þurfum að fá þetta bara beint í eyra. Já, ég held að það sé skemmtilegt. Þú veitir ekki allt. En skólarnir í skólinni Þorlákshöfn, hann væntanlega, já það er svo segir, það er náttúrulega skólarnir eru með alltaf verkefni. Já, allavega sem foreldri, þá fékk ég post í gær, held ég það sem var verið að segja frá því að það yrðu hringdarbjöllur og það yrði vakin athygli á þessum degi. Nákvæmlega. Það er þetta að fara inn á heimasíðunni gegn einelti.is til þess að lesa nánar um þetta. Já. En annars bara gott að frétta. Annars allt rosalega gott að frétta. Glæsilegt. Hvernig með Makalög sambúð, er hún ennþá í sýningu eða? Já. Hún er ennþá í sýningu og gengur bara rosa vel og held að sýningar séu bara vel sóttar og fólk verður bara að drífa sig samt að fara að ég veit ekki hvað sýna þetta lengi. Það er að gera að næla sér í miða. Já, heldur betur. Þetta er frábært, bara takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Ég ætla að fara að klippa þetta og setja þið inn á netið. Já, ok, takk fyrir það. Takk fyrir sömuleiðis. Bless.